Sko, málið þetta grooming gang hneyksli í Bretlandi sem að nú flýgur fjöllunum herra sem betur fer, þökk sé Elon Musk sem að vekur athygli á þessu að jú, vissulega hafa einhverju menn verið dæmdir og svona, en það engan veginn búið að fletta ofan af stóra skandalunum sem að yfirhylmingin á sínum tíma þegar að embættismenn og lögreglumenn og þegar þeir brugðust skildum sínum á ótta við það að uppkæmi einhvers konar einhver rasísk alda í samfélaginu og þetta væri svo viðkvæmur hópur þar sé að pakistanskir ungir menn sem væri að nauðga litlum stúlkum og það væri bara tækið ekki að segja frá þessu. Þetta algjörlega sambarlegt eins og við sjáum hér á Íslandi með þess að embættismenn, þeir þóra ekkert að tjá sig. Einn embættismaður hefur þó gert það, Helgi Magnús Gunnarsson, var að ríkissaksóknari. Hann sagði frá hræðilegum hótunum og viðbjóðslegum brotum hælisleitenda sem var hér á kostnað skattgreiðenda og ennþá reyndar komin í fangelsi núna en hann var búin að var ekki 7 ára og hans var búin að vinna handtak og bara eiginlega mestmegnis í því að hóta og meiða og fremja glæpi og Helgi Magnús eftir að hafa fengið sko ítrekkaðar morðhótanir og fjölskyldu hans var hótað og ég veit ekki hvað hann steig fram og sagði frá og talaði opinskátt að við yrðum að sko sikta út og við getum ekki bara hleypt hverjum sem inn í landið, alls konar óþjóðu líður og hann var svona líka heldur betur tekið niður, má segja, byrjaði á því að hvað var ekki Solaris sem eru samtök þeirra sem að skjóta skjólshúsi yfir hælislendur sem gott og vel en þau eru líka bara virðast vera duggir stuðningsmenn Hamas og þeirra hryðjuverkamanna sem að hingað hafa komið. Þeir sem sagt fara í það að kæra Helga Magnús og þá hérna mest í vók ríkissaksóknari landsins, Sigríður Friðjónsdóttir, hún til í að stökkva á það og reynir að bóla Helga Magnúsi úr starfi. Helgi Magnús þraut reyndur saksóknari sem var hérna í hrunmálunum með allar stærstu hvítflipa glæpamennina eins og sagt var, en það var mjög öflugt fólk sem var til rannsóknar í þessum hrunmálum og þau voru með lögfræðinga með sér og Helgi Magnús hann stóð algjörlega keikur styrkur eins og klettur í þeim málum. Sigríður Friðjónsdóttir, hún hefur ekki sýnt það að hún geti staðið styrkur eins og klettur í neinu máli. Hún bara eins og lauf í vindi og hún fíkur bara með þegar að vógliðið byrjar að æpa. En þetta einmitt skýrt dæmi mikilvægi þessi grooming gang hneykslismál mikilvægi þess að embættismenn þori að tjá sig og þori að segja upphátt það sem fyrir augu ber eins og Helgi Magnús hefur gert. En Helgi Magnús hefur hlotið bátt fyrir. Ég veit ekki hvar þar mál stendur núna. Hann alltaf mætti aftur til vinnu, það verið fréttum fyrir áramót, mætti aftur til vinnu eins og dómsmálaráðherra hafði kveðið á en það það bara dómsmálaráðherra sem ræður og rekur ríkissaksóknara. En þá mætir hann þar bara fúlukellingunni, ríkissaksóknara Sigríður Friðjónsdóttir sem neitar að láta hann hafa verkefni og bara að spreða peningum ríkissjóðs í laun til starfsmanns sem fær ekki að vinna. En þetta allt í grunninn muniði vegna þess að Helgi Magnús leyfði sér að tala upphátt og opinskátt þau vandamál sem að geta hlotist af því að við séum í stórum stíl einhverjum massainnflutningi að flytja hingað inn fólk sem að ekki með sama menningar bakgrunn og ekki með sömu gildi, viðmið, lífsskoðanir eins og við eigum að venjast. Já, var ekki með þess að bara eitt sem kom inn eitthvað hafi verið með ISIS? Jú. Þannig að það er ekki eins að tekka á því, Akkur bara einhver ISIS hryðjuverkamaður. Það búin að vera fyrir dómstólum morðhótanir og fleira sem hefur gengið hér á. En þetta kemur allt niður á því eftir. Helgi Magnús embættismaður sem að leyfi sér að tala upphátt og segja sannleikann hvað fyrir augu ber hérna í íslensku samfélagi og þá hlýtur hann svona bara skammir fyrir og raun og veru atvinnu hans ógnað og hans atvinnu öryggi ógnað. Hann opinber starfsmaður og nýtur mjög ríkra réttinda en
ég spái því að það ætli núna nýji dómsmálaráðherra ef einhver að fara að reyna að færa hann til sem er alltaf galið. Það verður 100% gert. Það verður 100% gert. Já. En auðvitað ætti náttúrulega bara Sigríður Friðjónsdóttir sem hefur sýnt að hún Er óhæf. hún er bara eins og, hún er óhæf, hreyfist eins og, hún fíkur bara eins og lauf í vindi eftir einhverjum vindum samfélagsins hverju sinni, á meðan að Helgi Magnús hefur sýnt hið gagnstæða. Ég nefndi hrunmálin þess til stuðnings, menna það er ekkit grín að vera saksóknari í hrunmálunum, þú veist, á móti öllum þeim lögfræðingar sem að þeir voru með. En hann gerði það og Sigríður hins vegar sko, hún er duglega að sækja knattspyrnumenn til saka sem hafa verið sakaðir um kynferðisbrot þrátt fyrir skort á sönnunargögnum og þegar það lítur út fyrir að sé bara einhverjar annarlegar hvatir að baki slíkum ásökunum, þá er hún til að stökkva á það af því að það er það er aktivista hópur hann úti sem að hvetur hann áfram mér finnst þetta alveg skýrt dæmi og þessi grooming gang hneykslismál í Bretlandi, við ættum að líta til þeirra þegar við erum pælum í því sko, hvers konar embættismenn viljum við hér á Íslandi. Það er bara mjög valid spurning í þessu samhengi. Já.